Hér erum við með nýjan Kia Sorento, alveg sprungun í hann, 2021 model. Þessi bíl að fara í kynningu núna þessa dagana hjá Kia-umboðinu. Hann alveg glænýr þessi bíl, hann eiginlega sama lengd og bílinn var áður, ca. 4,8 metrar. Þessi bíl með 200 hestafla dísilvél. Hann til í nokkrum útgáfum, þeir koma með 200 hestafla vél og hann kemur í stæl-útgáfu sem ódýrasta gerðin og þá var hann á 18 felgum að mig minnir að þeir hafi sagt. Síðan kemur bílinn í Luxury útgáfu og hann kemur í Luxury Plus útgáfu sem þá með meiri útbúnaði og svo GT Line sem kemur með þá 20 felgum og meiri búnaði. Síðan líka búist að premium bílinn komi eftir það. Alveg glæsilegur bíl. Það vantar ekki pláss í þennan nýja Kia Sorento. Þetta nánast bara eins og maður sé í veislusal hérna aftur í. Fæturnir fara mjög vel undir sætin og það takki eftir því. Það USB-tengi hérna í sætunum. Svo hægt að halla sætunum hérna og færa fram og tilbaka hérna farþegasæti með því að ýta á knappa hér. Það 12 V tengi hérna, 180 W og það USB-tengi hérna niðri á milli sætana, miðstöð, glasahaldarar út allt, glasahaldari hér og maður gæti setið allan hringinn í þessum bíl á þess að það heyrðist hóstinu stuna. Svo við með svona, það hægt að loka hérna fyrir til þess að dempa sólarljósið inn í bílinn og sætið á sleðum, sjáu þið það hægt að renna þessu fram og tilbaka og þá hægt að stækka rýmið töluvert hérna, geymslurýmið hérna aftur í og sem nú ekkert smá fyrir og það einnig hægt að halla sætunum þannig að maður getur nánast legið hérna. Þetta alveg frábært. Ég gef þessu mjög góða einkunn og við Jóhannes Reykdal. Það rafopnanlegur afturhleri. Hér eru sæti, auka sæti hérna fyrir, maður þarf að setja þessi niður fyrst hérna og þau renna fram og hérna getur maður tekið upp auka sætin og hér erum við með slatta pláss, sjáu þið, þegar það búið að taka upp sæti. Ef við leggjum þessi sæti síðan niður hérna aftur, við erum að tala að hér sé svona ca. 170 lítra pláss. Ef við setjum þau niður aftur, þá erum við með rúmlega 600 lítra skott hérna. Og hér erum við með miðstöð, USB-tengi, 12 V tengi og það hægt að fella sjálfvirkt niður aðra sætaröðina líka. Þetta mjög vel búið, æðislega flott. Og svo náttúrulega getur maður bara að loka hérna þegar maður búinn að eiga erindi í skottið á honum. Glæsilegur Kia Sorento frá Kia-umboðinu. Þá maður komið hérna fram í. Það alveg splunkunýtt lúk hérna á mælaborðinu sem ekki að verri endanum. Við erum með stafrænt mælaborð og mjög breiðan svona panorama skjá hérna. Mjög gott að eiga við allt hérna eins og hítastillinguna, hækka og lækka í miðstöðinni. Gírhnúðurinn svona hringur eins og það komið á marga bíla. Hérna aksturstillingar og takk eftir því að það myndavél hérna að framan. Þú getur stillt myndavélina þannig að þú horfir fram fyrir bílinn og það líka 360 gráða myndavélakerfi í honum. Það sem sniðugt við þennan bíla þegar maður gefur honum stefnuljós, ef við getum séð hérna á mælaborðið að þá blindtorna viðvörunin, hún kemur sem vídeó hérna í mælaborðið. Sjáu þið, þegar maður skiptir akrein að þá sér maður hérna sama útsýni og úr hliðarspeglinu. Þetta alveg rosalega þægilegur búnaður. Það rosalega gott að sitja hérna, það allt við hendina. Það hægt að hækka og lækka sætinu úr rafdrifin í honum þessum og maður með allt hérna í hendinni. Það öll stýring fyrir hérna
hraðastillin og allt hér og það er náttúrulega skínvætt og það er akreina aðstóð og akreina vari og allur þessi pakki í þessum bíl. Þetta er sem sagt mjög vel búinn bíl og eins og ég segi að þá enda hefur þessi bíl verið mjög vinsæll meðal landans og það hafa það bil 3000 Kia Sorento bílar selst á Íslandi frá upphafi, þannig að þetta er bara bílinn sem að fólki vill. Þetta er díselbíl og hann er eins og jeppi á að vera í laginu, eða jepplingur, og hann er vinsæll og veit af því. Það er málið. Já, við erum að horfa hérna í vélasalinn á nýja Kia Sorento bílum. Hérna erum við með 200 hestafla, 2,2 litra díselvélina. Hún er að boga einhver 400 Newtonmetra, eða rúmlega það, og maður finnur það alveg að hann vinnur mjög vel bílinn og það er ákaflega þægilegt að keyra hann. Hann er mjúkur og þægilegur í akstri, maður nýtur þess að aka þessu.